alveg kom mér á óvart hvað þetta var skemmtilegt. Ég hugsaði bara kannski prófa eitthvað svona verklegt og ég byrjaði nú að því að fara í hárgreiðsluna og fannst það óbáslega gaman en ekki alveg nógu skemmtilegt þess að vinna við svona dagsdaglega. Ég er búin að vera í námi í bílamálun og bifreiðasmíði og fer að taka sveinsprófið í bílamálun núna bara í vor. Svo tek ég næsta vor bifreiðasmíðina. Mér fannst mjög næs hvernig námið var sett upp, þannig að við vorum í lotum. Þannig að það var mjög þægilegt að vera bara í einum áfanga í einhverjar 2 vikur, svo var það bara búið. Mér fannst það alveg geggjað. Þannig að ég tengdi þetta svolítið bara við allt svona listræna sem ég hef gert áður og þetta var bara svo auðvelt í rauninni fyrir mig. Maður þarf að vera hrikalega vandvirkur og smámunasamur því að bara minnsta svona feill getur bara skemmt helling og kosta mikið. Mér var alltaf fundist miklu auðveldar að vinna í höndunum og sjá þetta þannig og ég hugsa að ég hefði ekkert blómstrað eins mikið í bóknáminu og þessu. En leið og ég með verkefni í höndunum þá þetta bara miklu auðveldara. Við erum yfirleitt að mála lakk í 2-coat sem bara litur og svo glæra og svo aðeins tímafrekara þegar við erum að mála í 3-coat. Upp á mínum vinnustað allt mjög hreint og fínt og allir hugsa að halda því þannig. Já, þetta verður að vera þannig. Það ekki hægt að ætlast til þess að hluturinn sem verið að mála sé hreinn inn í einhverju skítasvæði. Má ekki vera að arða og ryki í málingunni. Ég ætla að taka meistarann fyrir bæði. Svo ætla ég bara kannski eftir svona einhver 10 ár stofna mitt eigið verkstæði. Já, svo bara ágætt laun í þessu líka.